En ég átti aðeins að tala við ykkur upplýsingaleka og ég er búinn að læra það að maður á fyrst að láta hann skrifa hvað maður ætlar að tala og svo byrjum við til fyrirlesturinn. Hitt borgar sig ekki. En ég ætla að lítilega bara segja frá því hvað skilgreint sem upplýsingaleki og hvað getur valdið honum. Fjalla aðeins kannski svona stærstu áhættu sem við sjáum í þeim málum í dag og hvernig þetta bregðast við þeim. Nú, ég nota þessa skilgreiningu á upplýsingaleka að þetta sé þegar trúnaðarupplýsingar annarkvort fyrirtækisins eða einstaklinga og þá líka við að ef þetta eru trúnaðarupplýsingar einstaklingar sem í vörslu okkar sem fyrirtækis komast í hendur óviðeigandi aðila. Ég nota bara orðið óviðeigandi því þetta þarf að vera svolítið víðtækt. Hvort sem viljandi eða óviljandi. Þarf ekki að vera illur ásetningur. Nú, við þurfum líka aðeins að huga því hvað eru trúnaðarupplýsingar af því að ekki öll 1,2 petabætin sem til hjá fyrirtækinu okkar eru trúnaðarupplýsingar. Og við þurfum að velja svolítið og finna okkar hvað eru okkar trúnaðarupplýsingar. Það persónuupplýsingar? Þetta upplýsingar viðskiptavini, kortanúmer, afsláttarkjör. Svo geta það verið viðskiptalegar upplýsingar afslætti eða annað slíkt sem við viljum ekki að samkeppnisaðilar okkar fá. Og alltaf hugsa hver mögulega ávinningurinn fyrir aðra eða tapið fyrir okkur af því ef þessar upplýsingar færu í óviðeigandi hendur. Nú, hugverk geta líka verið trúnaðarupplýsingar, kannski tímabundið líka. Platan sem ekki búið að gefa út getur verið undir ákveðnum, þó svo að sé nú skrítið, Game of Thrones þátturinn sem sýndur 1. apríl, hann örugglega mjög vel varinn núna þangað til 1. apríl hjá útgefanda. Svo kannski þetta sent út, þá þetta ekki einhver trúnaðarupplýsingar, þetta getur verið verðmætar upplýsingar sem þarf að verja á einhverjum ákveðnum tíma. Ég svolítið spenntur að sjá hann, þetta gaman. Nú, það þarf líka að huga því hvar liggja upplýsingarnar og hvar erum við að nota þær og hvernig erum við að senda þær á milli okkar. Þannig þetta þessar 3 víddir sem við verðum að, þetta kom nú fram hérna áðan líka, en góða hluti má segja oftar en einu sinni, það víst ágæt regla. Nú, eins og ég sagði áðan, það getur verið ýmsar ástæður fyrir því að upplýsingar leka og mér finnst leki ágætis orð yfir þetta vegna þess að það ekki alveg víst að allt sé farið. Þetta ekki eins og það brotin rúða og það eitthvað tekið, Rolex-úrið. Þú veist ekki að þetta fór. Kannski erfitt að hugsa vatnsleka sem þú tekur ekki eftir því að flestir myndu nú taka eftir þegar heita vatni fyrir að leka heima hjá þeim. En það hefur samt komið fyrir þannig leki að það hefur brotnað rör undir grunni í húsi og það rennur út vatn undir húsinu. Og það eina sem þú sér bara hærri reikningur frá Orkuveitunni. En maður svo vanið því að sjá hærri reikningar frá þeim, það skiptir kannski öllu. En þetta getur hvort heldur sem verið vegna ytri eða innri aðila. Þetta getur verið óviljandi eða eitthvað sem ég ætlaði að gera. Stundum lekum maður upplýsingum algjörlega bara óvart. Það hefur ekki komið fyrir neitt hversu margir hafa lent í því að senda eitthvað á einhvern sem þeir ætlaði ekki að senda hann á. Jæja, ég trúi ykkur ekki, en það annað mál. Það getur líka verið tilviljun. Ég bara fann eitthvað á internetinu, ég fann trúnaðargagn, ég var að googla eitthvað og þá allt í einu kemur upp skjal sem merkt trúnaðarmál. Á vefnum hjá einhverjum, það hvergi linkur í það, en trúið mér, ég prófaði að búa til vefþjón með nýrri IP-tölu, nýju nafni og það tók innan við 2 daga fyrir Google að byrja að leita. Ég hafa hvergi linkur í hann, það vissi enginn af þessu nafni nema ég, að ég best veit. En þeir bara skoða nýjar DNS-færslu, ég get ekki einu sinni byrjað að ímynda mér allar þær leiðir sem þeir eru að nota til þess að finna upplýsingar, það þeirra business að finna upplýsingar og þeir eru rosalega góðir í því. Þannig að þó þú setir eitthvað skjal inn á vefinn hjá þér og setir einhver link í það, þeir finna það. Ég búinn að margprófa þetta. Það alveg ótrúlegt hvað þeir eru góðir í að finna, enda þess vegna eru þeir væntanlega svona vinsæl leitarvél. Nú, það getur líka verið einhver ákveðinn tilgangur, maður getur verið svona, það ætlar sér einhver að ná í þessar upplýsingar frá þér. Það svona erfiðast ef ég virkilega ætla mér að finna eitthvað. Þá svo erfitt að verjast mér, en ef fólk svo líka þetta að þú getur dottið þetta fyrir tilviljun, þú varst að labba framhjá, þú varst að skokka út, nei ég ætla ekki að segja ég skokki, ég gera það ekki, en þú varst að labba eftir ægisíðun og þú finnur kassa með einhverjum möppum í og sér, þetta áhugavert, trúnaðarupplýsingar, sniðugt.
fer svo að skoða, skannar inn og setur á netið. Nú, eins og sé, það getur líka verið á pappír og rafrænt, við megum ekki gleyma því að það alveg jafn slæmt ef að útprentaða inntæki kemst á fréttastofu DFF, hvernig svo sem það komst þangað, eða þá að tölvupósturinn komst þangað. Það má ekki gleyma því að þetta líka pappírsvandamál. Bara svona dæmi hvað hefur verið að gerast, munið eftir þessu, að stendur alveg trúnaðarmál á þessu, samt komst þetta á Wikileaks. Annað skemmtilegt dæmi þetta var ekki kortupplýsingar, þetta var bankareikningar sem fundust einmitt á skrá inn á vef hjá fyrirtæki. Hver hefur ekki lent í þessu? Það kom ups og ups, I did it again þarna. Nú, það geta allir klikkað á þessu. Nú, þarna var tilfelli það sem einmitt pappírsgögn voru, þeim var ekki fargað á tryggilegan hátt. Hér líka var þetta alltaf stórt mál sem var einmitt, segir manni bara það eitt, þó þú haldir að sé búið að eyða skránni, ekki setja dulritunarlyklana þína í bækur. Aldrei setja dulritunarlykla eða lykilorð í bækur, sama hvað heldur sért búin að breyta því á. Nú, kannski maður horfir á svona áhættu hlutana af þessu, hvað það sem er raunverulega að gerast, og í þessari skýrsla sem kom út í janúar frá Trend Micro, að ytri netárásir eru 8% af þessum lekatilfellum sem að koma upp. Það ástæðan fyrir 8%. 78% annarkvort mistök eða ásetningur einhvers innri aðila sem hvort átt að hafa aðgang. Nú svo ef maður skoðar, stutt á milli, en Deloitte gerði könnun með tæknifyrirtækja, það þá fjölmiðlar og tæknifyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki, og við spurðum meðal annars, þetta var í 100 löndum eða svo, þá var spurt hvað hefur þú mestar áhyggjur af? Hvað telur þú vera mikla áhættu, meðal áhættu, litla áhættu, enga áhættu? Og alveg merkilegt að þarna eru ytri nettóknir nefndar að 48% sem mikil áhætta. En mistök og ásetningur innri aðila ekki nema samt, það samt ágætt, það 37%, það talsvert miklu minna. Þannig að ég ætla svona aðeins að taka mig skáldalega og segja myth busted. Það hefur verið að hafa áhyggjur kannski af, ekki kannski röngu hlutunum, en ekki nógu mikið af réttu hlutunum. En ef við höldum aðeins áfram í helstu áhætturnar, sem að við svona myndum segja að myndum gefa tóninn fyrir 2012, þá náttúrulega eins og allir eru búin að vera að tala snjallsíma og spjaldtölvur, þá þarf ég auðvitað að gera það líka. En þetta náttúrulega alveg einstakt fyrirbæri, mann fannst nógu slæmt þegar fólk að tekið fartölvurnar sínar með sér og farið í skólann og verið að nota þær þar og svo koma aftur með tækið löðrandi í vírusum inn á neti hjá manni. Nú, það var til tækni til þess að bregðast við því. Núna það sama að gerast með símana og spjaldtölvurnar. Fólk að koma með þetta út, sóða þetta út og kemur með það svo inn tíðin. Allar að fá að leika sér með það, eða nota það í vinnunni. Þetta líka vandamál með hver átækið getur valdið smá erfiðleikum í því að innleiða öryggistækni. Og ég veit ekki hvort það sé ástæðan fyrir því að það sé svona lítil útbreiðsla eins og Ægir reyndi áðan, það ofboðslega fáir sem eru með uppsetta einhvers konar svona vírusvörn eða spillikóðavörn á farsímunum sínum. Og samkvæmt þessari sömu könnun sem ég nefndi áðan, þá voru ekki nema 15% sem sögðust vera með slíkar lausnir á símunum sínum. Sama með svona gagnaleka lausnir, það ekki nema 20%. Þannig að greinilega, ef við myndum sjá þessar tölur, til dæmis ef ég segi einhvers staðar að vírusvarnir á útstöðum á neti væri ekki uppsettar á nema 15%, ég myndi fara að hafa einhverjar áhyggjur. Þannig að þetta það greinilegt að þarna einhver þróun sem aðeins á eftir, og það að sjálfsögðu mun ég sem aðilinn sem reyna að komast inn, ég mun vera þar, ég mun vera að reyna þar sem aðeins verið að þróunin hefur ekki alveg náð áfram. Nú en eins og Sigurður sagði, þá þurfum við að finna leiðir, bæði tækni og vinnuaðferðir til þess að nota þessa hluti á öruggan hátt. Því ég þekki það bara í mínu lífi að maður reynir að nota það sem maður vill nota. Og það þarf bara að finna fólki öruggar leiðir til þess, frekar en að reyna að setja upp einhverja girðingu og fólk fer náttúrulega bara fram hjá girðingunni, finnur sér aðra leið sem mögulega ennþá óöruggari. Við viljum náttúrulega ekki auka á öryggishættuna með því að setja upp eitthvað öryggisatriði sem í rauninni hvetur fólk til að haga sér enn verr. Nú, Siggi var búinn að stela þessu með forritið með víðtæku heimildunum, þannig að ég bara
en það eitthvað sem hins vegar mjög áhugavert að skoða og þó svo að við séum með farsíma sem sækir póstinn yfir HTTPS á að vera voðalega öruggt, svo kemur það inn á síman, póstforritið manns að lesa það og það einhver annar hugbúnaður keyrandi sem getur líka lesið póstinn, leitar eftir stikkorðum, til dæmis confidential eða trúnaðarmál og leið og hann sér þetta stikkorð í póstinu mínum, þá sendir hann póstinn áfram. Þannig að það þarf líka að huga því hvar ég að lesa og hvar ég að nota gögnin, eins og kom fram á hann. Ekki bara að tryggja flutningsleiðina, heldur líka hvar þú ert að nota og lesa. Nú, annað sem kannski þarf að huga svolítið vel að eru það eru mjög margir sem hafa áhyggjur af þjónustuaðilunum sínum. Og 57% í áðurnefndri könnu, ég að mjólka hann svolítið, telja að sér stafi mikil ógn af þjónustuaðilunum sínum, öryggisbrestum hjá þjónustuaðilum. En aftur kemur þarna misræmi milli þess sem menn hafa áhyggjur af og þess sem þeir eru að gera til að bregðast við áhyggjunum. Þannig ekki með 30% sem gera eitthvað í því að til dæmis staðfesta öryggi hjá þjónustuaðilum með einhverjum hætti. Flestir láta sér nægja trúnaðaryfirlýsingar og ákvæði samningum og takmarka aðgang þjónustuaðila sem við sjáum kannski lítið af hér. Takmörkun og aðgangi þjónustuaðila er mjög mikil takmörkun á því. En það er líka þegar þú ert komið með hugbúnað sem þjónustu á ský, þá er miklu meiri afleiðingar af því ef þú merkir eitthvað óvart public. Ef þú merkir eitthvað sem public innanhús hjá þér á netinu þínu, þá ertu þó með smá girðingu utan þig sem passa það að þetta verður ekki almennt fyrir heiminn. Ef þú ert úti á skýinu, þá þessi public merking hefur miklu víðtækari merkingu. Það verður þá opið fyrir öllum. Það náttúrulega maður sér líka samfélagið að bregðast við þessu, ótrúlegt en satt, þá ekki akkurat núna þessar vikurnar sem við erum að skoða nýjan staðal í ISO fjölskyldunni, ISO 27000 einmitt öryggi hjá þjónustaðalum. Mér finnst eiginlega alveg með ólíkindum að það skuli vera 2012 og maður sé að fá working draft af honum núna en ekki fyrir 10 árum síðan. En jæja, nú eins og við nefndum áðan, þetta snýst alltaf líka það, við getum ekki gert allt. Það er ákveðin takmörk á því hvaða resource við getum sett í málið. Við þurfum ekki bara að vinna mikið, við þurfum að vinna work smart, ekki bara work hard, eins og við kallum það. Að hvar á maður að setja fókusin, hvað á maður að setja inn þetta effort sem við getum lagt í þessi mála, því það er ekki ótæmandi auðlind. Nú, ég endurnýti það náttúrulega við eins og umhverfisvæn, að nota þessa mynda aftur, ég myndi segja innri aðilar, hugum aðeins að þeim, þeir eiga að hafa aðgang að einhverju, þannig að þeir eru dálítið mál. Það er til dæmis þetta með dulritunarskrána. Nú, eitthvað sem er óviljandi. Það er miklu auðveldara að eiga við öll þessi fjölmörgu tilfelli óviljandi gagnaleika sem eru að koma upp með því að auka vitund notenda, heldur en að reyna að snúa þessum fáu sem kannski eru virkilega að reyna að svíkja okkur. Það er nefnilega þannig að þetta er eins og með fjársvik, að prófílinn á þeim sem er framkvæma fjársvik er mjög svipaður eins og svona aðila. Og réttlætingin fyrir því að fremja fjársvik er það er svo litla líkur á því að þú uppgötvist. Þess vegna telur fólk sig geta framkvæmt ýmis fjársvik, sem ég ætla ekki að fara í hérna. Prófílinn á fjársvikamanninum er mjög svipaður og þessi prófíll. Nú, við gleymum fyrir bara misgáning að gleyma að eyða gögnum sem við geymdum tímabundið á einhverjum óæskilegum stað. Við erum alltaf að lenda í þessu. Viðhengið er of stórt og ég er búinn að setja lykilorð á skrána þannig að hún kemst ekki gegnum vírusvörðina, þá setja hana hérna svo hann geti sótt hana. Allt þetta, við gleymum svona hlutum og þeir koma síðan og ásækja okkur seinna meir. Nú líka þetta með pappírnum. Við mögum ekki gleyma pappírnum. Það er hægt að setja upp tiltölulega öflugar varnir í kringum rafræn gögn. Við mögum ekki gleyma pappírnum. Ef það bara virkar fyrir mig að taka og prenta eitthvað út, stinga því í vasann og labba með það út, skanna það síðan inn og sér að þá er ég komið með það aftur. Við megum ekki gleyma auðveldustu leiðinni. Nú, í lokin, þá langar mig til að bara skilja ykkur eftir með nokkrar spurningar og eina vegferð sem ég langar til þess að benda ykkur á. Það er að við þurfum að spyrja okkur hver eru okkar trúnaðargögn. Það er alveg merkilegt
að þessar eftirspurningar 3 eitthvað sem að fæstir geta svarað. Mér finnst það svolítið uggvænlegt að hvaða trúnaðargögn eru við með hjá okkur, hvaða kröfur gilda þær, er búið að kortleggja það eitthvað. Þetta getur náttúrulega bæði verið mismunandi lög, mismunandi reglur, kortaupplýsingar, persónuupplýsingar og svo framvegis. Líka ef við erum að starfa í einhverjum öðrum löndum, þá þarf að huga að því líka. Nú, og hvað gerist ef þetta fer? Við þurfum líka að huga að því, ekki bara svona ímynda þess, hvað er það sem raunverulega gerist, hvað áhrif hefur þetta á okkur, annarkvort í tapi fyrir okkur eða jafnvel gróða fyrir einhvern annan. Nú, það sem þarf að gera, eins og Ímir nefndi áðan, það er náttúrulega að þekkja þarna sjálfan sig og þekkja ytri aðilann líka. Þannig að það þarf að afla upplýsinga og gagna til þess að bregðast rétt við. Og það þarf að greina þessar upplýsingar. Það er ekki bara nóg að lesa, þú þarft að gera eitthvað með, þú þarft að lesa þetta, þú þarft að skilja þetta og þú þarft að bregðast einhvern veginn við því á einhvern viðeigandi hátt. Það er ekki alltaf trygging fyrir því að með því að gera bara nógu mikið að þú sért að gera réttu hlutina. Þannig að það er svona að hafa einmitt einhver gögn eða upplýsingar á bakvið sig af hverju er ég að fara út í þessi viðbrögð og ekki bara alltaf vera að bregðast við stöðlunum eða kröfunum í það sem var búið að gerast. Það tryggir okkur ekkert öryggi á morgun. Ef við erum bara að uppfylla staðlana og bregðast því sem gerist í gær, þá erum við ekkert öruggari á morgun. Af því að við erum ekkert að fara að nota sama veikleikan á morgun eins og við gerðum í gær. Það er alveg öruggt mál. Þannig að það þarf að hugsa aðeins fram á við en ekki rýna alltaf bara í það sem var búið að gerast. Nú, ég ætla bara að þakka fyrir og vera bara ánægður með að sjá svona marga á þessu fyrirlestri og bara þakka Advanja fyrir að fá að tala við ykkur. Takk.